Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Dr. Kári Helgason, stjarneðlisfræðingur og hefur unnið fyrir NASA og ESA og ert núna að stjórna nýsköpun og rannsóknum hjá Carbfix. Velkomin 24/7. Takk fyrir. Hvað Carbfix og Carbfix tæknilausn, loftslagslausn sem hraðar náttúrulegum ferlum og tekur koldíoxíði sem vonda gastegundin sem veldur gróðurhúsalofttegundum og breytir henni í stein og bara svona tekur hann úr umferð. Þannig að þetta lausn sem var þróuð hérna á Íslandi mestmegnis. Margir hafa komið að því og núna tilbúin til uppskölunar og þetta svona tæknilausn sem við getum beitt bæði hérna á Íslandi og annars staðar í heiminum. Ef við tek svona Carbfix 101 að þá tökum við koldíoxíði, leysum það í vatni og búum til nokkurs konar sódavatn sem við svo dælum niður í berglögin, basaltberglög hérna á Íslandi og þessi berglög eru mjög rík í ákveðnum málmum sem þú þarft til þess að mynda svona fastar karbónatsteindir og þetta ferli tekur kannski nokkra mánuði eftir að þú dælir vökvanum niður og eftir það þá ertu komið með svona holufyllt basalt og svona karbónatkristalla í basalti og þá ertu bara búin að breyta gasi í grjót. Og hversu mikið pláss á Íslandi ég las einhvers staðar að væri bara öll mannleg mengun bara sem getur komist fyrir í berginu á Íslandi eða? Já, það klárlega ekki flöskuhálsin í uppskölun tækninnar plássið fyrir koldíoxíð. Við getum geymt bara hérna á Íslandi alla losun mannkyns í einhver 100 ár, eitthvað svoleiðis. Það bara það mikið pláss í berggrunum. Trikkið að fanga koldíoxíðið og koma því niður í berggrunum. Það er svona erfiða í þessu. Hvernig fangið það? Við gerum það á tvennan hátt upp á Hellisheiði núna. Við föngum það úr útblæstri Hellisheiðarvirkjunar. Sem sagt, það kemur þegar þú ert að vinna jarðhita, þá er það 99,5% bara vatn og vatnsgufa sem þú ert að taka upp úr kerfinu, en 0,5% eitthvað annað og þetta eitthvað annað að hluta til koldíoxíð. Og við föngum þetta koldíoxíð, sjúum það í rauninni út úr túrbínunum og leysum það upp í svona stöð, föngunarstöð sem má líta á bara sem svona stórt sódastrýmtæki og þar með erum við komið með kolsýrt vatn og við dælum því niður og hérna bindum í berglögunum. Síðan erum við líka með samstarfið svissneska fyrirtæki Climeworks sem hefur sérhæfis í svona lofthreinsi tækni og tekur koldíoxíð beint úr andrúmsloftinu. Þannig að koldíoxíð sem þegar hefur verið sett út í andrúmsloftið af bara einhverju, flugvél í Bandaríkjunum eða sementsframleiðslu í Kína eða eitthvað, tekur það úr andrúmsloftinu og sendir það til okkar og við svo leysum það í vatni og dælum niður í berglögin. Þannig að þetta kemur frá, getur bæði komið frá svona punktsós uppsprettum, bara beint úr strompinum eða úr andrúmsloftinu. Og hversu mikilvæg þessi tækni fyrir að vinna á loftslags bara áskorunum? Það á kannski bara eftir að koma svolítið ljós. Við erum náttúrulega með tæknin sjálf mjög verðmæt tæknilausn í loftslagsmálum vegna þess að hún getur skalast svo mikið upp. Þú veist, við gætum geymt milljónir, 100 milljónir, ef bara jafnvel milljarða tonna af koldíoxíði í basaltberggrunum bara víðsvegar heiminn og þetta, það ekki bara á Íslandi, þú getur gert þetta. Það basalt að finna í öllum heimsálum, og bara Indland, Arabíuskaginn, Japan, Bandaríkin, þessi bergtegund bara mjög algeng og megnið af hafsbotninum líka.
það sem við gerum í rauninni og það sem gerist frá því að verkefnið er stofnað árið 2006 að við finnum lausn til þess að hraða þessu upp, þessu náttúrulegu ferlum. Náttúran, bara móðir náttúra, hún tekur koltvíóxíð úr andrúmsloftinu, leysir það í vatni og bindur í berglögum. Hún bara gerir það mjög, mjög hægt. Og í rauninni það sem Carbfix gerir er bara að nota vísindi og nýsköpun til þess að hraða þessum ferlum. Þannig að við erum bara, í rauninni að herma eftir náttúrunni. Er það ekki 2 ár tæknin ykkar sem það gerist og hvað gerist það í náttúrunni í langa tíma? 100.000 ára. Ok, wow. Já. Þannig að það er tímaskali sem, við getum ekkert beðið eftir, skilur í baráttuna okkar við loftslagsbreytingar sem eru bara hérna, núna. Þannig að hérna en við höfum núna tekið við erum bundið 80.000 tonna af koldíoxíði nú þegar sem 80.000 tonn? Já. Það er nú ekki voðalega mikið í stóra samhenginu. Það er bara loftföngunar Climeworks upp á Hellisheiði tekur 4.000 tonna á ári. Það er kannski eins og einhverjir 800 bílar eða eitthvað. Þannig að þetta er ekkit eitthvað rosalega mikið í stóra samhenginu. En við erum að vinna að verkefni núna þar sem við erum að fara á það sem kallast á einsku climate relevant scale, þar sem við erum að fara í 1.000.000 tonn og 10.000.000 tonn og vonandi bara komist þannig að svara í spurningunni hversu mikilvægt á þetta að vera þá segi ég bara þetta er ekki lausnin því að við þurfum margar samhliða lausnir til að berjast fyrir loftslagsbreytingar en hún getur verið mjög mikilvæg og það er kannski svona svolítið það sem er spennandi í mínu starfi er bara óvissan og hversu stór lausn á þetta eftir að vera eigum eftir að vera einhver svona jaðarsett svona lausn með einhver svona að gera einhver svona krúttleg verkefni bara á Íslandi eða verður þetta að einhverju alþjóðlegu fyrirbæri. Það er svona það sem við stöndum fram fyrir núna. Hvenær byrjar þú vinna hana? Ég byrja hjá Orkuveitu Reykjavíkur í rannsóknum og nýsköpun þar. Þá var Carbfix fyrirtæki ekki stofnað. Þá var bara Carbfix verkefnið í gangi sem var svona akademist rannsóknar og þróunarverkefni og það var verið að prófa þetta á Hellisheiði og síðan einhvern veginn er tækni tilbúin til þess að setja hana á markað og markasetja hana. Þá er Carbfix fyrirtæki stofnað sem dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur. Það var 2019. Ok. Og þá í rauninni hoppa ég yfir úr Orkuveitinu yfir í Carbfix og þá byrjum við 4 í fyrirtækinu og erum núna orðin 20 cirka. Þannig að og förum svona stækkandi sífellt. Og var það alltaf ákveðin sín þegar þetta var bara rannsóknarverkefni og tilraunaverkefni? Ég velti fyrir mig hvernig þetta ferli er, þetta mörg ár og síðan allt í einu er þetta orðið komið 4 starfsmenn og nú eru komið 20 starfsmenn og núna voruð þið sem ég ætla að spyrja svona sem út í eftir og hún er að fá einhvern risastóran styrk til dæmis. Hvernig er þetta, það þarf að væntanlega að stöddja þetta í mörg ár og síðan þarf einhvern veginn að skala þetta þannig að þetta er hægt að gera þetta og þarf fram til hlutunum. Já. Við byrjum í rauninni með hugmynd á blaði, ekkert annað. Bara hugmyndi náttúran gerir þetta og Ísland væri kjörinn staður til að prófa og athuga hvort að þessi tækni virkar og þetta tekur náttúrulega mörg ár og er mörg ár í ferli og bestun og ég held sé svona 2016 og þá kemur út svona tímamótagrein í Science sem sagt þessi Carbfix-tækni og að hún virkar og þá held ég bara sem ég las fyrst Carbfix 2016 og það var ekki eins og í íslensku miðli, ég var út í Þýskalandi bjóð þar og ég las það bara á New York Times eða eitthvað og þá var þetta bara stórt Bill Gates var að tweeta þessu og eitthvað svona þannig að þá bara wow, þetta er bara landið mitt bara með einhverja bara þvílíkt verðmætt á loftslagsund bara breyta koldíoxíð í grjót, það er bara magnað
En síðan Evrópusambandið skilgreinir svona, þú veist, technological readiness level, þar að segja, þú veist, þú byrjar á level 1 og endar á level 9. Þegar 1 ertu bara með hugmynd á blaði og 9 þá ertu bara tilbúið á markað, bara komið í bara keyrslu. Og Carbfix á bara, þú veist, þessum innan við 10 árum fer frá 1 upp í 9. Þannig að og það eru, þú veist, það var margir komið að því, þú veist, margir doktorsnemar, mastersnemar, þú veist, ýmsir háskólar, þetta var samstarfsverkefni, 3 háskóla og Orkuveitu Reykjavíkur, og þannig að, þú veist, það eru margir búin að leggja hönd á plóg og hérna, en þetta er svona svolítið svona dæmi, svona fallegt dæmi hvernig sko vísindi virka og hvernig svona tækniþróun virkar, bara þú byrjar með hugmyndablaði og síðan ertu komið með þetta í bara hérna fullarekstur, þú veist, og í tilviki Carbfix það var þetta mjög stutt sko, að á, þú veist, í rauninni á bara 7 árum ertu bara búin að fara úr engu yfir í að þú ert búin að sannræna tæknina. Já, ég er alveg svona magnað, það er svolítið bara fallegt og það er væntanlega mikla þrautsu og ástríðu og bara trú og halda áfram. Já, algjörlega og hérna og þú veist, við höfum náttúrulega vitað hérna applikasjónuna mjög lengi, þú veist, hérna við höfum vitað að loftslagsbreytingar, við þurfum loftslagslausnir bara mjög fljótt, þannig að þú veist, það er náttúrulega drifkraftur allra sem hafa komið að Carbfix og ennþá svona kjarnin í fyrirtækinu, það er, þú veist, það er það sem hvetur okkur áfram, þetta er loftslagslaust. En já, það var sem sagt, hérna, mjög margir komið að þessu með einhverju móti og hérna já, og þetta er svona vonandi að fara að bera svolítið návöxt núna. Hérna, ég talaði við Sævar Helga daginn hérna og við ræddum aðeins hérna að ég var að fara að fá þig í podcastið og hérna styrkin, þið náttúrulega fengu, voru að fá það ekki, var 13 milljarðar eða 15 milljarðar? 16 milljarðar. Hversu stórt er það fyrir Carbfix? Ég átta mig ekki á því, þú veist. Þetta er náttúrulega bara risastórt fyrir bara hvaða fyrirtæki sem er, sko, í rauninni bara hvaða þjóð sem er. Þú veist, þetta er bara, hérna, þetta er peningur sem bara jafnast á við bara einhver jarðgöng, skilur, þú veist, Evrópusambandið hefur aldrei í rauninni fjárfest svona mikið bara, þú veist, á Íslandi, þú veist, þetta er ekki fjárfesting, þetta er styrkur til að gera ákveðið verkefni, en þú veist, við höfum aldrei séð svona fjárhæðir áður, og ég held að þetta sé stærsti styrkur sem í sögu Íslands sem hefur komið frá Evrópusambandinu, og hann er til þess að gera ákveðið verkefni sem við kallum sótastöðina eða Kota Terminal í Straumsvík, sem mun taka móti koldíoxíði á tankskipum frá Evrópu og dæla niður og geyma gegn gjaldi, þannig að við erum svona þarna erum við komin á svolítið stóran skala, við erum farin að spila þá í meistaradeild loftslagsverkefna og hérna, þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst náttúrulega bara rosaleg viðurkenning fyrir okkur að því að við erum að keppa þarna við stærstu fyrirtæki í Evrópu að fá hana styrk og stærstu þjóðir í Evrópu og hérna og fyrir mig líka og svona mína helstu samstarfsmenn og konur þá er þetta bara, þú veist, ég bara fekk tár í augun þegar ég frétta af þessu vegna þess að við erum búin að vinna svona jafnt þétta þessu í mjög langan tíma og þú veist, maður er búin að, þú veist, vera frá fjölskyldunni sinni og vinna helgar og nætur og þú veist, þetta er búið að vera mikið stress og svona mikið grænd að hérna og þú veist að það loksins svona að fá þá viðurkenningu að ok, þú gerðir eitthvað rétt þú veist, þetta kom og þú veist, og við erum að fá risan loftslagsverkefni til Íslands en alltaf bara frábært sko. Ég get ekki beðið eftir að bara ít á græna takkan á niðurdælingakerfinu. Þetta er svona kannski augnablik sem þú átti að á bara þessar helgar og þessu kvöld sem ég var að vinna, þetta var allt þess virði í rauninni, kannski. Já, og þú veist, þess vegna er maður auðvitað að þessu, að þú veist, að
þannig eitthvað gangi upp og það náttúrulega bara sálfræðilega líjandi að þú veist, að lifa og hrærast í þessum skilur loftslagsgeira þar sem þú fær neikvæða fréttir á hverjum einasta degi og þannig að þú veist, þegar eitthvað gengur upp, þegar eitthvað að hreyfast áfram, að þá það náttúrulega bara rosalega maður einhvern veginn það erfitt að lýsa því sko og síðan líka, þú veist, maður heyrir aldrei þú veist, eða þú veist, almenningur heyrir ekki, þú veist, neikvæða fréttirnar, þú veist, það ekki eins og við höfum ekki fengið hafnanir á styrkjum og hafnanir á hinn og þessu og þú veist, en þú veist, því ekki deilt á samfélagsmiðla, þú veist, eitthvað, þetta var algjört tap fyrir okkur, skilur og en þú veist, það líka þannig að þetta þú veist, þetta rússíbani, sko, þú ferð upp og niður og en vissilega þessi styrkur, þetta var svona stærsti fiskurinn sem við hefðum getað fengið, þannig að þetta var alveg svakalega, maður búin að vinna jafnt og þétta þessu mjög lengi og hugmyndin auðvitað með þessa, þú veist, stöð í Straumsvík sem tekur á móti skipum og gasgerir koldíoxíð, dælir niður, geymir það, hugmyndin auðvitað að svona klasar geti sprottið upp víðar en á Íslandi, þú veist, á svona strategískum stöðum eins og í Bandaríkjunum og þú veist, í kannski Japan eða þú veist, á einhverjum stöðum þar sem, sko, þú veist, það er náttúrulega langt að sigla til Íslands og það væri, þú veist, fyrir þetta verkefni verður náttúrulega næs ef Ísland væri aðeins nær en Evrópusambandinu bara full alvara með að byggja upp sér flutningsnet fyrir koldíoxíð vegna þess að það bara, þú þarft að geta framleitt hluti án þess að losa koldíoxíð þú veist, sement sem við notum bara í byggingarreiðinum, þú veist, stál við notum all ál, við notum þú veist, allt dóti sem við og bara hlutir sem eru nauðsynlegar í nútíma samfélagi, þú þarft að geta framleitt þær án þess að vera með losun og í suma þessum viðnum þá ekkert hægt að bara taka út kolefni, þú veist, það er bara hluti af framleiðsluferlinu eins og í sementi og stáli til dæmis og þá eina leiðin sem þú getur gert að fanga koldíoxíðið og dæla því niður til varanlegar geymslu og þú veist, við erum ekkert þau einu sem erum að gera þetta, eða þú veist, við erum þau einu sem erum að breyta þessu í steindir í berggrunnum en það eru líka það er önnur leið sem til dæmis Norðmenn að gera það að þeir dæla niður hreinu koldíoxíði í tómar gas- og olíulindir og geyma það þar og þar það bara svona geymt og þessar flutningsleiðir þess sem, þú veist, við erum að flytja koldíoxíð með skipum og pípum að þetta bara, þú veist, þetta bara uppbyggingafasi sem að eiga sér stað núna í Evrópu og við viljum bara vera með í þessum leik, sko, og vera hluti af þessum eins og flutningsneti. Hvernig hægt að geyma koldíoxíð í skipi? Þú veist, hvað það? Þú veist, hvernig geymslan? Það vökvi. Það bara vökvi? Já. Þannig að þú tekur gastegundina þú ert komið með gastegundina og búin að fanga hana, þú veist, úr strompum og að þá getur þú þjappað henni saman og þú þjappar henni nógu mikið saman og kælir hana líka, að þá breytist hún í vökva og þú veist, við höfum flutt gastegundir á vökvaformi, þú veist, í 20 ára, alls konar gastegundir, bútan, etan, hitt og þetta, þú veist, aðalega tengt olíu og gas koldíoxíð ekkert öðruvísi, þetta engin stjarnvísti þannig að þú veist, skipin, svona skip til þó þú þarft að, þú veist, að sérsníða þau fyrir koldíoxíð en þú flytur þetta á vökvaformi og þannig líka getur þú flutt mjög mikið í einu, þú ert búin að þjappa því mikið saman þannig að þú ert að taka 25.000 tonn í hverju skipi og fyrsta spurning fólks bara, heyrðu, menga skipin ekki þú veist, meikar þetta eitthvað sens ef þú ert að flytja koldíoxíð og þú veist og brenna olíu eða skilur en skipin menga bara mjög takmarka miðað við koldíoxíð sem þú ert að flytja bara einhver örfá prósent af farminum þannig að það meikar alveg sens. En hvað, eins og núna þessi tækni
þetta GIMO-terminalega sótans verkefni, það að fara að hjálpa skipum að leysa. Hversu mikið þetta að skala Carbfix á hérna ýmsu vettvanga það sem verið að leysa koltvíoxíð? Sko, það í rauninni það einu sem þarft vatn, basalt og koldíoxíð. Basalt bara þessi berggrunnur sem Ísland nánast allt úr basaltbergi. Þú þarft hentugar bergtegundir, vatn og koldíoxíð. Það sem þú ert með þar geturðu notað þessa tækni. Svona flöskuhálsin hérna á Íslandi í rauninni að okkur skortir koldíoxíð. Þú veist, við erum með nóga vatni og við erum með nóga bergi en það vantar í rauninni koldíoxíð, þú veist, og við erum til dæmis að vinna með stóriðunni til að fanga koldíoxíð frá álframleiðslu eða kísiframleiðslu. Þannig að það koldíoxíð en síðan ekkert mikið meira koldíoxíð, þú veist, á Íslandi sem þú getur náð. Nema náttúrulega úr andrúmsloftinu, eins og við erum að gera með Climox. En það ennþá mjög dýrt og kostnaðarsamt. Miklu auðveldara að, þú veist, að ná skítnum þar sem hann vellur út í mjög háum styrkleika úr strombunum, heldur en þegar hann komin út í andrúmsloftið og búin að dreifa úr sér. Það stundum sko, þú veist, það vart sko með flótta úr fangelsi, þú veist, og fangarnir allir að hlaupa út, skilur hvort ef þú þarft að fanga alla fangana aftur inn í fangelsið, hvort myndi þú sko, þú veist, bíða eftir að þeir eru komnir hérna á víð og dreif út um samfélagið og búin að flýja til Mexíkó eða myndur þú bara svona sitja við, skiluru, útganginn og fanga á, þú veist, meðan þeir eru að koma út, skiluru, þú veist, hvað auðveldara. Þannig að, þú veist, það að fanga úr andrúmslofti, það erfitt og orkufrekt. Þannig að, og við getum náð skala miklu hraðar með því að taka þetta beint úr strompan. Mér finnst líka áhugaður það sem ég sagði með áðan, sko, veist, að því þessi styrkur og þessi Carbfix tækni og þetta bara svo frábært, skilur, þetta svo góða fréttir og kannski vanalega þá heyrir maður frekar að maður sé krabbaminn á plánunduna og maður ekki, þú veist, að vera að gera hitt og þetta og svona þú ert að gera þetta og það ástæðan fyrir því að við erum að eiga við þessar loftslagsbreytingar sem mun hafa þessi áhrif í framtíðinni, sko. Þannig mér finnst svo jákvæmt að fá svona jákvæðar fréttir þess að mér finnst bara eins og allir eiga að vera að tala um þetta öllum stundum, sérstaklega hérna á Íslandi, sko. Já, bara mjög skemmtilegt að geta verið partur af jákvæðum fréttum, sko. Síðan þetta líka snýst þetta rosa mikið hugarfar. Þú veist, ég ekkert undanskilin því að vera með loftslagskvíða, skilur, þetta alvöru vandamál og ég átta mig alveg á, þú veist, umfangi vandans. En þú veist, við verðum einhvern veginn að læra að lifa með þessu og vera með rétt hugarfar og nálgast vandamáli á svona yfirvegaðan hátt. Þannig að já, hvað ég segja, þú veist, að núllstilla leikinn, hef ég stundum sagt, að þú veist, það svo erfitt að vera í þessari baráttu vegna þess, þú veist, að við erum mynd á hverjum degi að við erum að grúttapa. Þú veist, 5-0 undir, þú veist, það svolítið erfitt að finna, þú veist, hvatningu til að byrja að gera eitthvað, sko. En þú veist, við verðum hins vegar að, þú veist, berjast fyrir hverjum 100 hluta úr gráðu og hlýnun. Það bara, við verðum að gera það. Og þú veist, ef þú líkir sér við fótboltaleik, þá, þú veist, í fótboltaleik skiptir ekki máli hvort þú tapar 1-0 eða 3-0. En, þú veist, hvað loftslagsbreytingar varðar, gráður og hlýnun, þá sko, þú veist, 4-fold verra að tapa 2-0 heldur en 1-0 og, þú veist, 16-fold verra að tapa 3-0 heldur en 2-0 og þar höndu göttunum. Þannig að, þú veist, við verðum að berjast fyrir hverju einustu gráðu og hlýnun og, þú veist, en hugafarið þarf að vera það, þú veist, að við setjum okkur einhver markmið eins og, þú veist, má ekki hlýna hérna meira en 1,5 gráðu og við þurfum bara að líta á það sem sigur þó svo að við komast ekki hjá því að það verða hérna hittabylgjur og þú veist og hérna afleiðingar loftslagsbreytinga eru bara byrjaðar að sýna sig mjög skýrt, mjög víða en við verðum að líta á þetta sem sigur, þú veist, bara eins og þú veist, að komast til tungsins, fattarðu, bara þú veist, það að ná
markmiðinu 1,5 gráða hlýnun, það bara þú veist, það yrði algjör þú veist, sigur mannkyns 2 gráða hlýnun þú veist, kannski þú veist, líka sigur, en þú veist, 2 gráða hlýnun vond útkoma en hérna og 1,5 líka svona freka vond útkoma þú veist segja eins og en við verðum að líta á þetta sem sigur og þú veist og þetta er líka kannski bara líka fyrir þig og fyrir konu mína sem sálfræðingur þú veist, hvernig eigum við að nálgast vandamáli vegna þess að þú veist, ég veit að ég eftir að lifa með þessu for the rest of my life sko. Þessu vandamáli, þú veist, þetta á ekki þetta að fara ég er vísindamaður og ég elska að leysa vandamál og þú veist, bara, þú veist, reikna dæmi og leysa þannig vandamál sem, þú veist, kannski tekur 1-2 ára að leysa, en þú veist, þetta er vandamál sem, þú veist, bara lifi með þér, skilurðu. Þannig að við verðum að finna, skilurðu, og ég held að bara svona við þessi samfélag, við erum að leitast eftir því, þú veist, hvernig best að lifa með þessu og setja kraft í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Vegna þess að þetta er spretthlaup núna. Þú veist, þetta er oft talað þú veist, já, þetta verður langhlaup af því að þetta er svo lengi, en þú veist, við þurfum að spretta líka núna. Og losun sem við komum í veg fyrir í dag, hún er verðmætari heldur en losun sem við komum í veg fyrir eftir 10 ár. Að það sem við gerum núna hefur mikil áhrif. Þannig að, já, ég ætlaði nú ekki að setja, gera podcastið tríst, sko, en við þú veist, maður verður líka bara að segja hlutina eins og eru, þú veist, og þú veist, á þess að vera dæmdur einhver dómstags spámaður, sko. Já, bara líta raunverulega hlutina, samt hafa trú að við getum gert eitthvað í málunum og með svo orðaður svo vel, sko, hvernig maður að díla við þetta, þú veist, fyrir mér allavega, það er þetta bara stórt og getur verið bara svona yfirþyrmandi og maður líður sér svona hjálparlausan, skilurðu, þetta er bara að gerast, skilurðu, einhver leiti, en bara einhvern veginn að reyna að gera sitt besta, en einhvern veginn að reyna að sleppa tökunum á því að maður getur ekki stjórna fullkomlega, sko, en bara að vera góður einstaklingur og taka eins góðar ákvarðanir og mögulega getur á hverjum degi, sko. Einmitt. Og líka, sko, þú veist, það má ekki gera, sko, hinn almenna borgara ábyrgan fyrir, skilurðu, loftslagsbreytingum, skilurðu. Þú hafðir ekkert að gera með, skilurðu, þú veist, olíu- og gaskerfin sem, þú veist, sem kom okkur í hennar vanda, skilurðu, og þannig að þetta þú veist, þetta er stórt vandamál og það er stóra lausnir, eins og til dæmis, bara stóra Carbfix-lausnir til þess að berjast við það, skilurðu. En svona, þú veist, það er alveg svona olíu- og gasiðnaðurinn og fleiri iðnaðir, þú veist, vilja náttúrulega skella skuldinni á, þú veist, einstaklingin. En ekki sjálfa sig. Þú veist, ég man alltaf eftir Michelle Obama, var einhvern tíma með eitthvað svona átak gegn offitu barna og þú veist, og stórfyrirtæki, sko, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, offitu barna orsakast nánast eingöngu af sykuráti, skilur, allan í Bandaríkjunum og stórfyrirtæki í Bandaríkjunum náttúrulega bara, þú veist, kom í veg fyrir það að þú veist, að þetta væri eitthvað svona anti-sykur movement, sko, þannig að sko, skuldinni var skellt á börnin að þau eru ekki að hreyfa sig nú. Þannig að þetta átakina snerist bara það að börnin er ekki að hreyfa sig. Það er ykkur að kenna að þið eru svona feit, basically. Þú veist, eins með loftslagsbreytingar, þú veist, við megum ekki segja, skilur, það er þér að kenna að þú veist, hlutinir eru svona. En þannig að, en þú veist, vissulega getum við gert mjög mikið sem einstaklingar, þú veist, með okkar með því að velja rétt, en þá þurfa líka stjórnvöld og aðrir, sko, að gera almenningi auðvelt með að velja rétt, skilur þú veist, það þarf að vera auðvelt að velja grænt, þú veist, það má ekki vera, þú veist, vesen eða þú veist, allt og mikið vesen og já, þannig að svona
já, mér finnst það sko að þú veist, það er allt og mikill fókus á, þú veist, einstaklings samtæki, eða þú veist að þetta sé þér að kenna því að þú ert ekki að eitthvað flokkarusl eða þú borðar mjólkuvörur eða skilur þú veist, eitthvað svona dæmi sko, þú veist, en þetta er bara, þú veist, fíllinn í herbygginu er þessi risastóru iðnaðir og stóru losarar sem þarf að stoppa strax og það sem einstaklingurinn í rauninni getur gert helst er bara í kjörklefanum, skilur, það bara skiptir máli bara hvernig þú kýst þú veist, fólk það bara kjósa með loftslagsmál annað sem er aldrei neitt talað en einstaklingur getur gert er að spurja, skilur, lífeyrissjóðinn sinn, þú veist, í hverju ert þú að fjárfesta, skilur, ert þú að fjárfesta í einhverjum dört í iðnaði, þú veist, það er eitthvað sem einstaklingur getur gert og þú veist, ef hann líst ekki á að hvað lífeyrissjóðinn er að gera, þú veist, þetta eru þínir peningar sem er verið að fjárfesta fyrir þig í eitthvað annað, þú veist, þá bara skiptur þegar, þú veist, það er ekki bara, þú veist, að kaupa sér rafbíl eða flokkarusl, skilur, þetta, þú veist, þetta er svona, þú veist, við í rauninni stýrum ferðin í samfélaginu og við erum bara að kjósa með því. Þannig að í rauninni þá erum við bara að minnka skaðan, basically núna, það er verkefnið okkar að spretta til þess að minnka skaðan sem mun eiga sér stað, að því að skipti máli hvort að hlýnun verið 2 gráður 1,5 eða hvernig sem það verður og fagna hverjum sigri að því að sko, ég fekk einhvern Héðinn Unnsteinsson hérna, hann er formaður Geðhjálpar, hann kom einhvern tímann og sagði að tækniframfaranir væri ekki nógu hraðar varðandi þá fyrirtækin og lífun og allt þetta, hann er verið knúin til að breyta okkar einstaklingshegðun líka. Meikar það einhvern sens eða? Já, bara, þetta verður að koma allt saman, sko. Við erum bara komin í þá stöðu að það dugar ekki að gera þetta eða hitt, að við þurfum bara að gera þetta og hitt. Og auðvitað eru, þú veist, ákvarðanir okkar, skilur sem neytenda, það er ákvarðan alltaf, þú veist, hvað fyrirtækin er að gera. Þannig að þetta er bæði, þú veist, hegðun og líka þú veist, þessar tæknilausnir og loftslagsvörn, þess að það er beita á stórum skala og maður er alltaf var við þetta að fólk er alltaf að stilla loftslagslausnum upp á móti hver annari, þú veist, leiðu þú veist, Carbfix er að gera eitthvað að þá er einhver sem segir eitthvað að það væri nú hægt að planta nokkrum trjám fyrir þetta, skilur, þú veist, já, við þurfum að planta trjám, við þurfum skógrækt og við þurfum allar þessar lausnir og þær þurfum að vinna saman og þú veist, og við megum ekki vera, skilur, að draga niður, skilur, og stilla loftslagslausnum upp á móti hver annari að við höfum að gera þetta en ekki hitta, því að þú veist, við erum bara í þeirri stöðu því miður að við þurfum að gera bæði kannski fyrir 20 árum, þú veist 20-30 árum, þá hefðu við getað, þú veist, valið gerum þetta og sleppum þessu og bara forgangsröðum og eitthvað svona en við erum bara í þeirri stöðu núna að þetta þarf alltaf að koma saman. Já, og hvernig, þú veist, að því mér finnst svo áhugaverð manni að vera á móti hverjum varðandi loftslagsmálin, mér finnst svo, hvernig fáum við bara fólk almennt, þetta er svo fjarlægt fólki, skilur, þetta er ekki nógu nálægt en, ákvarðanirnar, þú finnur ekkert afleiðingar af þeim strax, en ákvarðanir þínar hafa afleiðingar í framtíðinni, skilur þannig, hvernig er hægt að fá fólk til þess að, þú veist, við veit ekki, færast nær þessu einhvern veginn, skilur, og þar er ég að tala mig sjálfan, ég er ekkert að fría mig frá því, bara hvernig fáum við fólk til þess að þetta hittiði meira í hjartastað, sko. Já, þetta er frábær spurning og ég kannski ekki beint, þú veist, svar frekar en þú við þessu, sko, en þú veist, þetta hreyfir fólk sig bara, þú veist, á endanum þegar, sko, vandamálið komið bara í bakgarðinn, sko, þú veist, þegar þú bara lendur í sjálfur í bara massífri hitabylgju og líður bara geðveikt illa, að þá fyrst, þá finnst fólk að gera eitthvað, sko. En ég held að þetta sé, sko, þú veist, þetta er fjöldarhreyfing og það var einhver rannsókn sem, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var stillt upp, en það var bara svona, það var gerð rannsókn á nokkrum þúsunda einstaklinga, sko, hvað drífur þið áfram til þess að breyta þenni hegðun og þú veist, og taka umhverfisvænar ákvarðanir. Og þá var, þú veist, fólk beðið að lækka orkunotkun eitthvað í húsinu sínu
og einn hópurinn fekk sem sagt bara svona peninggjöf skilur þú veist, ef þú gerir þetta þá færið upp svona smá pening annar hópurinn sem sagt fekk eitthvað svona certificate að þú væri nú mjög umhverfisvænn og eitthvað og þriði hópurinn var sem sagt það var þannig að sko að þegar þú sko sýnir hversu mikið nágranniðin var að spara og hversu mikið allir voru að spara þú veist að það var það sem hafði mest áhrif á þína hegðun að sko þú veist nágranniðin, vinurðinn fjölskyldumeðlimurinn, ef hann var að umhverfisvænn að þá varst þú miklu líklegri til að vera umhverfisvænn þannig að þetta virkaði langbest þú veist með við allt hitt, þú veist, peningagjöfin og þú veist þannig að þú veist ég held að þegar við erum þú veist, komin á það stað að þú ert búin að normalisera að þú veist, vera umhverfisvænn og þetta sé komið í meðvitund einhvern veginn allra að þá, þú veist þá ert þú miklu líklegri til að taka þetta upp sjálfur. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza alvöru ítalsk kaffi hilki sem umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allan espresso vélar og ég búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því ég smakka sko grilluð kjúklingalæri fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Það ekki líka, þú veist, og líka ef þú tekur þetta upp sjálfur að það eru líklega þess að aðrir sjá að þú sérst umhverfisvænn sem ég væntanlega að gerast með og næsta spurningu var með bara til dæmis fyrirtækin, skilurðu. Núna kynslóð komið upp og kynslóðin sem komið upp miklu meðvitaðri öll bara allar áskoranir sem við eigum og þau hafa svona þörf fyrir að hafa tilgang fyrir því sem að gera, það sem að vinna hjá. Og ég meina, nú erum við að sjá alls konar fyrirtæki að spretta upp með alls konar vottanir og svona, skilurðu. Þetta er væntanlega eitthvað sem smitar út frá sér og fara að vera að gera kröfur og verður gert ennþá meiri kröfur hjá komandi kynslóði sem að koma á vinnumarkað. Já, einmitt. Bara og þú veist þetta, já, græna bókhald og að kolefnisjafna sinn rekstur, þú veist, stjórnvöld verða líka að búa til þannig umhverfi að þetta gott fyrir fyrirtæki að gera. Þú veist, það ekkert öll fyrirtæki eftir að, skilurðu, verða 100% umhverfisvæn vegna þess að þau eru svo góðhjörtuð, skilurðu. Þannig að við þurfum líka stjórnvöld en síðan líka bara unga kynslóðin þú veist mér finnst frábært að sjá einhvern veginn hvað þau skynja vandamálið betur en flestir og vilja sem sagt vinna hjá ekki bara þú veist umhverfisvænum fyrirtækjum heldur bara loftslagslausnum. Það er svolítið cool í dag að vinna þú veist fyrir fyrirtæki sem að beita sér gegn loftslagsbreytingum sem eins og þú veist Carbfix
það eru fleiri fyrirtæki, þú veist, Carbon Recycling International, Atmonia, Alor Batteries, þú veist, fullt af svona nýjum sprotum sem eru, þú veist, bara vinna gegn loftslagsbreytingum og þetta, þú veist, þetta er svolítið svona eins og, þú veist, í nýjunni, sko, að þá var geð cool að vera hjá einhverju svona Silicon Valley startupi að, þú veist, vinna í internetinu þannig, sko, núna er þetta svona svolítið töff og náttúrulega, þú veist, gefur þér náttúrulega tilgang, þú veist, þú veist, ungt fólk í dag er ekki spyrja sér, skilur, þú veist, hvað vil ég vera þegar ég er stór, þú veist, hvað þarf ég að vera þegar Hvað vil ég kontribúra, hverju vil ég stuðla að þó? Já, og hvert verður mitt legacy og þú veist, og hérna og já, maður hugsa náttúrulega sjálfur svona, þú veist, að maður á börn og þú veist, og þau munu sjá, þú veist, meiri fjarlægi fyrir framtíð heldur en ég, þannig að þetta vil maður bara, þú veist, að framtíðin verið góð og í allra minnsta lagi þá segja, þú veist, geta sagt barnabörnunum sínum, heyrðu, þú veist, hérna, ég reyndi mitt allra besta, þú veist, en, já. Því ég hlust á Andersnær með fyrirlestu sínum daginn sem tengja góðsugur og loftslagsvandann hérna og það var svo fáralega skemmtilegu, sko, og þá talaði hann hérna, þú veist, þín arfleið að hafa að fara áhrif á kannski 250 ára aftur í tíman eða eitthvað. Og þú veist, og eftir 250 ára, þú veist, hvernig gæti, þú veist, hvað eru barnabörnum manns eða barnabörnum manns að fara að upplifa öðru sér heldur en við þá, þú veist, þá bara meiri hlýnun þurfi að vel einhverstaðar í heiminum þurfi að fólk að flytja sig frá svæðum, þú veist, einhverja tegundar að degi út, þú veist, hvað er að sjá að þau séu að fara að lifa við? Ég meina, það eina sem við getum gert núna er bara, þú veist, að við vitum hvað við þurfum að gera til þess að, þú veist, að hlutinni verði jákvæðri í framtíðinni. Þú veist, ég ætla kannski ekki að fara að velta upp einhverjum sviðsmyndum hér, sko, en þú veist, já, þú veist, það eru bara stór svæði á jörðinni sem eiga ekki eftir að vera byggileg og þú veist, og þar með verður mikið af fólksflutningum og það verður erfiðar að framleiða matvæli og þú veist, ef við þurfum að flytja staðina sem við framleiðum matvæli frá og við erum okkur að fjölga og það þarf að fæða fólk og hérna, og síðan náttúrulega ef þú ert með mikið af fólksflutningum það býður náttúrulega upp á bara, þú veist, átök og hérna, og stríð, sko, sem hérna, sem er bara, já, og maður er svona, já, ég er ekkert mikið að velta mér upp á þessu, sko, og hérna, heldur bara, þú veist, við vitum hvað við þurfum að gera í dag og einbyttum okkur á því og hérna, og reynum að vera góða manneskjur. Algjörlega, og hvað er langt? Sko, við náttúrulega byrjaði að sjá náttúrulega einhver áhrif á þessu, skilur, og þetta vantarlega, þetta er ekkert svona apocalypse, þannig að þetta gerist einn daginn, skilur, þetta vantarlega bara gerast hægt og bítandi og við fyrir alltaf að sjá meira og meira áhrif á þessu, skilur, og þetta vantarlega byrjaði að hafa áhrifið það ekki, eitthvað á heiminn. Jú, alveg. Sjáum það bara, þú veist, hérna í fréttum, bara núna, skógarelda og hitabylgjur og hérna, það er auðvitað alltaf einhverju sem réttu pönt og segja að þetta sé alveg eðlilegt en ég meina, þú veist, það er alltaf erfiðar og erfiðar að segja, þú veist, að þetta sé eitthvað eðlilegt, sko. Já, þessi náttúrulega bylgjur í rauninni sem það er eitthvað fólk sem segir það. Já, alls konar líka, jú, þetta er allt sólin að kenna og þú veist, hitt og þetta, þú veist, að svo umræða hefur bara átt sér stað, skilur, þú veist, allan, þú veist, í vísindaheiminum, svo umræða er búin, þetta er útrætt mál, sko. Og ég skilja alveg svona fyrir fólk sem kemur svona svolítið kalt inn í umræðina og er allt inn að, þú veist, lesa loftslagsmál í fyrsta skipti núna, að það vill hafa skoðun á hlutunum og finnst óþægilegt að þú veist, að það sé búið að ákveða að þetta sé vandamál, sko, og hérna, og er ekki búið að kynna sér hlutina, en þú veist, þessi umræða er búin, eða þú veist, hún átti sér stað fyrir löngu síðan. Þannig að, og hérna, en ég skil alveg, þú veist, við förum í skóla og okkur kennt að hugsa krítískt og ekki taka öllu bara, þú veist, sem heilum sannleik og en hérna, en þú veist, þetta er bara einn hlut sem, þú veist, þarf bara að treysta vísindamönnum og hérna, og er bara kynnaði gögnum, er bara kynnaðir staðreyndir málsins. Já, algjörlega. Hvað hérna, en hvað, þú talar hvaða flokkar að tala fyrir loftslagsmálum næst? Já, það er svona, þú veist, mér finnst
það eru svona nokkri flokkar kannski sem svona hafa sett þetta á oddinn svona algjörlega sem forgangsmál þetta ekki Viðreisn, Samfylking Vinstri græn og hérna jú, allir flokkar eru þú veist með loftslagsmál eða svona í svolítið fókus sko, en mér finnst bara það rosalega útbreidd svona mjúk afneitun á loftslagsbreytingar á Íslandi og þá ég ekki að tala um þess að hörðu afneitun sem þú veist, eins og við sjáum í Bandaríkjunum eða þú veist, og það einhverjur á Íslandi sem segja bara þetta bara bull og þetta ekki til, skilur við en þessi mjúka afneitun hún felst í því að sko þú viðurkennir vandann og jújú, loftslagsbreytingar að gerast en sko en sú staðreind ekki lögð til grundvallar neinum framtíðar áformum, skilur við þannig að þú veist það bara haldið áfram eins og skilur að ferðamenn bara halda áfram að flykkjast hingað, við förum 5 sinnum á ári til útlanda, þetta bara mjög æskilegt, þú veist, við ætlum bara að ætlum ekki að breyta okkar landnotkun, við höldum bara áfram að framleiða okkar vörur og borða kjöt og gera hitt og þetta og einkabíllinn mun verða áfram í öndvegi, skilur, þú veist, og eins og þetta sé bara allt eðlilegt og æskilegt og þú veist, annað form líka mjúkara afneitunar það, þú veist, að þú í rauninni viðurkennir þetta, gerir ekki neitt en heldur einhvern veginn að þetta reddist að þú veist, að það muni koma einhver svona töfralausn eða þú veist, eða bara þú veist, Bill Gates mun græða þetta eða skilur eitthvað svona að það svona, já, að þetta muni gerast einhvern veginn, þú veist, fyrir þig og mér finnst þetta líka, þú veist, bara vera frekar útbreytt hjá stjórnmálflokkunum þú veist, að það svona mjúk afneitun í gangi þú veist að þú veist, það verið að gera helling sem bara í algjöru mótsögn við vandar sem við lifum í þannig að, já en þú veist ég vona að þetta sé að breytast og þú veist við sem betur fyrir búin að þú veist, stíga yfir þá hindrun allan á Íslandi að þú veist, það ekki hörð afneitun í gangi þú veist, að viðurkenna langflestir að þetta stórt vandamál annað form af mjúkri afneitun sem að sé sko þú veist, þú bæir alltaf frá þér vandanum eins og til dæmis fyrirgeðu, ég alveg datt út ég alveg datt út fyrirgeðu bæir frá þér vandanum en ég man ekkert hvað ég ætla að segja en hvað getur ríki gert þá betur? Væntanlega það bara styrkt með fjármagni í einhver verkefni sem að vinna á þessum Já, þú veist, og ég meina það eru bara low-hanging fruits í gangi, sko, þú veist, þú til þess að stoppa losun frá landi að þá þarftu bara að kalla með gröfu til þess að fylla upp skurði, skilur, þetta mjög einföld aðgerð í rauninni, sko, en þú veist, kannski ekkert mjög vinsæl á öllum ykkur stöðum og en það aðgerðar áætlun stjórnvalda, þú veist, til en þú veist það algjörlega, þú veist, hvernig þessi aðgerðar áætlun á eftir að koma til framkvæmda, þú veist, það einhvern veginn algjört óskrifa blað, ég meina, kannski þetta á leiðinni, eða, þú veist, en ég einhvern veginn þegar ég fluttinga aftur til Íslands og, þú veist, þá hélt ég að Íslandingar væri svolítið með þetta, að vera eitthvað plan í gangi, þú veist, en þú veist, jú, við vitum hvert, við höfum markmið og þú veist, við erum með einhvern svona fallega pílur sem benda niður að kolefnishlutleysi, en við, þú veist, við vitum ekki nákvæmlega hvernig, þú veist, við ætlum að koma verkanum til framkvæmdar þú veist, það algjörlega vandar í stefnu stjórnvalda, finnst mér já Eitt með ekki svolítið gagnrýni á kapitalisman varðandi loftslagsmálin sem heyri ég oft þann punkt að því ríkara sem fólk, þegar fólk kemst úr fátækt eða verður ríkari á argelri fátækt, því betur byrjað að hugsa umhverfið. Er það rétt?
Já, þú veist, það er kannski bara líka eðlilegt að þú veist, þú hefur ekki mikið milli handana, þú veist, þá ertu að hugsa sko vandamáli beint fyrir saman neða þér, skilur ekki, þannig að þú veist, það er bara mjög eðlilegt og sem segir líka bara að þú veist, við megum ekki, þú veist, skella skuldina á almenning vegna þess að, þú veist, bara stór hluti af fólki þú veist, hefur bara miklu stærri vandamál heldur en sko loftslagsbreytingar framtíðar, það skilur beint fyrir að neða sér, þannig að þetta pínu bara, ég veit ekki hvort þau hefur hýrt Maslow-píramíd, en það bara svo þvert að uppfælla á okkur þarfir, það bara öryggi, líkamlega þarfir, það bara vatn og næring og alltaf og síðan það held ég bara, þú veist, hvað var það, hús og heimili og síðan var það held ég bara svona tilheyra fólki, síðan var það ást, að gefa ást og síðan það sjálfsbirting að verða æðsti maður sem að getur orðið og síðan það, þú veist, að geta svona einhver þörf á að hefja sig yfir sjálfa sig, geta, þú veist, gert eitthvað sem hefur einhver góð áhrif umfram sjálfa sig, sko. Og það make a sense út frá þeim skilningi, sko, og fólk sér bara pæli hvernig lifi ég af hérna, því það er ekki nógu mjög af, sko. Já. Við erum einfallega bara búin að búa til þannig kerfi sem við reiðum okkur á, þú veist, að hérna, þau eru því miður óumhverfisvæn, hérna, stór, þú veist, olíuflutningakerfi og þú veist, og við reiðum okkur rosalega mikið á jarðefnaeldsneyti og við þurfum að breyta þeim kerfum og sú breyting, hún kemur ekki frá, skilurðu, fólki sem hefur lítið milli handana, þá hún kemur á ofan, skilurðu, hún kemur frá þessum stóru fyrirtækjum og stjórnvöldum, við þurfum að búa til sátt í heiminum að við erum að fara að breyta þessum kerfum og við erum að hætta að framleiða olíu. Og nú man ég hvað ég ætla að segja, hérna, áðan er að þú veist, það hérna, ein birtingamynd mjúkrar afneiturinnar að hérna á Íslandi að segja sko að það skiptir í rauninni ekkert máli hvað Ísland gerir. Já. Vegna þess að við erum svo lítil, við höfum ekkert að segja. Þú veist, og mér finnst það ótrúlega útbreytt, ég er alltaf að heyra þetta hérna, að þú veist, og þá ertu að benda á einhvern verri en að þú veist, sjáðu bara Rússana sjáðu bara Bandaríkjamenn, þeir eru miklu verri að þú veist, í fyrsta lagi er hérna losun per einstakling hérna á Íslandi með hæsta móti í heiminum þannig að þú veist, það sem þú gerir er hlutfallslega miklu mikilvægara heldur en þú veist, einhver í Indlandi gerir til þess að þú veist, taka grænskref en síðan er líka bara, þú veist ef þú horfir á þessar lausnir sem við eigum eins og Carbfix og fleiri og þessi verkefni sem við erum að fá þú veist kvótaterminal í Straumsvík er í fullum skala að fara að taka 3 milljónir tonna á ári á koldíoxíði sem er bara næstu í bara öll losun Íslands þannig að sér bara, þú veist, með þessum tæknilausnum þá er okkar framlag það að þú veist, það getur farið langt umfram, skilur, losun okkar sem lands og talum ekki þegar við erum að fara að skilur setja þessa tækni út í heiminn og komin upp annars þar og þú veist, eins bara uppbygging á hitaveitu í Kína sem, þú veist, er þú veist, hérna, Íslendingar standa hlut til að skilur, það er að koma í veg fyrir miklu meiri losun heldur en nokkuð tíman, sko, Ísland þú veist, er að losa þannig að, þú veist við getum gert svo miklu meira heldur og við erum svo mikið tækifæri hérna á Íslandi við erum hátt menntunarstig, við erum bara hérna, þú veist já, einhvern veginn, þú veist, við vinnum mikið, erum svona ötul og þú veist, konur á vinnumarkaði skilur fattar þetta hérna, þú veist, og mikil gróska í nýsköpun þannig að þetta eru, þú veist, tækifærin fyrir Ísland til þess að láta til sín taka í loftslagsmálum og prófa hennar líka, þú veist, vantilega þetta er gott land til að prófa hluti, það ekki? Jú, heldur betur við erum hérna bara til dæmis að bjóða fyrirtækjum upp á að koma sem eru í til dæmis þessu lofthreinsi verum sem taka koldíoxíð beint úr andrúmslofti þetta er tækni sem þarf að skalast upp mjög hratt og þetta er svona svolítið nýjasta gullæðið í Kísildælum sko. Þú veist, það er rosa mörg fyrirtæki með alls konar mjög fjölbreyttar og mjög töff lausnir til þess að taka koldíoxíð á andrúmsloftinu og við, þú veist, erum að reyna að bjóða þeim að koma hingað að prófa sína lausn, tengja sig við endurnýjanlega orku og
prófa eitthvað á litlum skala og við getum tekið á mótið því og dælt í niður og geymt koldíoxíð. Þannig að, þú veist, svona getum við hraðað, þú veist, þessum tæknilausnum sem eru mikilvægar. Það enginn að segja að við séum að fara að gera þetta allt inn á Íslandi, en þú veist, það við getum hraðað og svona, þessum tæknilausnum. Að þetta þú veist, getur verið algjörlega ómetanlegt framlag til loftslagsmála. Og ég fæ svo mikið hroll þegar ég heyri þetta að Ísland svo lítið að skiptir ekki máli hvað ég gerum. Þú veist, ég geti þetta ekki, sko. Þannig að, þú veist, ef þú átt bara vini, fjölskyldu og, þú veist, bara please, takk í samtali eða þú heyrir þetta, sko. Já, bara djöfisins rugl. Já. Ég held að það skiptir frekar öllu máli hvað maður gerir heldur en engum máli hvað maður gerir. Heldur betur. Því að, þú veist, segir sér sjálf, ég meina, myndi allir taka sér til og hvort sem er í tengslu við eitthvað stórt eins og Carbfix eða bara við einstaklis hegðun og væntanlega samtölunast saman, þetta hefur áhrif á hvort annað og allt þetta. Já. Það er mjög stað röng skilaboð, sko. Þá maður bara, af hverju á ekki bara að halda áfram að gera það sem ég vil gera, skilur. Já, og verður þá bara í klappliðinu, skilur, verður bara í rétta liðinu, skilur, og styðja bara þessa lausnir. Þannig að, þú veist, það náttúrulega bara ómetanlegt fyrir okkur að, þú veist, við gerum ekki neitt nema að hafa stuðning almennings. Það er bara þannig. Algjörlega. Mér langar pínu að, svissa fókusunum aðeins núna og því hitt sem ég vildi ræða við var náttúrulega bara stjarneðlisfræði og það sem þú varst í svona og þetta væntanlega, tengist þetta eitthvað, þú veist, væntanlega eitthvað, eða ekki, þú getur, ég ætla bara að leyfa þér að svara eins og ég sé að. Já, sko, ég stjörnufræðingur og fekk bara mikinn áhuga á stjarnvísindum sem unglingur og og ákvað bara að þetta var eitthvað sem ég vildi keyra á. Tengist þetta, þú veist, loftslagsmálum? Já, óbeint, skilur við, jörðin er ein af mörgum plánetum í alheiminum og við erum farin að finna fullt af reikistjörnum í kringum aðrar stjörnur og svona nálgumst alltaf nær og nær að finna einhverja reikistjörnu sem er svipuð jörðinni. Það sem er náttúrulega málið er að ég veit að við erum ekkert að yfirgefa jörðina, sko, ekki á næstu 100 árum allavega. Þannig að þú veist, við verðum náttúrulega bara að passa upp á þennan geimstein sem okkar jörð er allavega í augnablikinu. En ég, ég sem sagt fæ mikinn áhuga fyrir stjarnvísindum og ákveð bara, þú veist, í rauninni eins og allir gera, skilur, ef þú ert með rosalega áhuga fyrir einhverju, þá bara spyrðu sjálflega, heyrðu, get ég kannski bara unnið við þetta, þú veist, og bara, gert þetta mínu lifibrauð. Þannig að ég bara einhvern veginn fór þá leið og þetta var einmitt á þeim tíma sem ég kynnist stjörnusæfari og þú veist, við í rauninni bara finnum hvern annana því að við höfum áhuga fyrir sem hlutunum, sko. Þú veist, það var engin önnur ástæði og við erum mjög góði vinir síðan. Og ég, sem sagt, klára eðlisfræði í háskólanum og fyrir út í Danmörkur og síðan til Bandaríkjanna í framhaldsnám í stjarnvísindum og á þessum tíma, þú veist, þá líka hugsa ég, sko, þú veist, það opnaðist fyrir mér þessi bara nýr heimur að, þú veist, fyrir flest okkar þá er stjörnufræði og stjarnvísindi, þá er þetta eitthvað svona, þetta er í einhverju kennslubókum, þetta er svona pínlítið hluti af tilverunni, skilur, þetta er, ég veit að þetta er þarna, skilur, þetta er geimurinn og eitthvað þannig og plánetur og eitthvað bla bla, þú veist, þetta er þarna og alveg áhugavert, en þú veist, en er svona lítið hluti, en fyrir mér þá, þú veist, þá uppgötar maður náttúrulega að jörðin er bara svo pínu lítil og eitthvað, þú veist, í einhverjum ómerkilegu hotni á einhverju ómerkilegu vetrarbraut sem er 1 milljörðum vetrarbrauta, þú veist, í kringum okkur. Þannig að, þú veist, ég skildi ekki okkur allir höfðu ekki bara áhuga fyrir, þú veist, 99,99999% af öllu sem væri til, sem er, skilur, ekki jörðin, það er allt hitt. Þú veist, þetta er bara, þetta er svona sagt bara ótrúlegur heimur sem opnaðist einhvern veginn og ég hef líka oft heyrt að fólk svona, þú veist, segir ég meina, þetta er svo yfirþyrmandi, þú veist, þetta er svo fjarlæðir og þessu tölur og eitthvað svona, þú veist, ég vil bara ekki hugsa um þetta, en þú veist, ég fekk svona kick út úr því, ég ekki svona bara alveg, þetta var bara eins og eitthvað dóp, sko, þú veist, að einhvern veginn að gera sér einhvern veginn í hugalund, skilur, hvað
langt til næstu stjörnu, skilur, sem bara, það er náttúrulega bara algjör klikkun, sko, hvað þessar fjarlæðir eru stóra, sko. Og líka, já, ég uppgötaði líka bara einhvern veginn að hvað við vitum ótrúlega mikið núna heiminn í kringum okkur, við varum aldrei áður í mannkyns sögunni höfum við bara skilið svona mikið sko, hver við erum og hvað við komum. Þú veist, það er minn en 100 ár síðan heimspekingar og vísindamenn voru rífast sko, hvort að alheimurinn væri, þú veist, endanlega gamall eða óendanlega gamall. Og fyrir 50 árum cirka þá voru við að rífast hvort hann sé sko milljarðar ára gamall eða 100 milljarðar ára gamall. Svona núna í dag að þá erum við, þú veist, að tala sko, er hann 13,82 milljarðar ára gamall eða 13,83 milljarðar ára gamall, skilur, þú veist, ímyndaði bara að vita hvað, þú veist, alheimurinn er gamall eða þú veist, og bara, þú veist, af hverju er eitthvað en ekki ekkert, þú veist, ég allavega var alveg hugfangin af þessu öll saman og já, ég fer í framhaldsnám og er hann í háskóla í Bandaríkjunum og er svo heppinn að fá að gera doktorsverkefni hjá NASA Goddard Space Flight Center þar sem sagt flestir geimsjónaukar eru smíðaðir og prófaðir þannig að þú veist, Hubble geimsjónaukinn var smíðaður og þú veist, það var hann að fyrsta daginn þá er ég tekin inn, þú veist, og tekin í svona túr og mér er sýnt svona, já, þarna var Hubble sjónaukinn prófaður, þetta er sem sagt vacuum chamber, hvað segir maður, lofttæmis klefin sem Hubble var prófaður í, maður bara, fyrir mig, þarna, þá var þetta bara eins og að fara baksviðs á tónleika með, skilur, uppáhaldsjónstinni og vera bara þar, sko. Þannig að það var mjög auðvelt að finna, þú veist, meir og meiri hvatningu, þannig að, og já, ég bara, ég held áfram í þessu og vann með, með skögn úr geimsjónaukum sem voru uppi, Spitzer geimsjónaukanum, Hubble geimsjónaukanum og Fermi geimsjónaukanum líka, þannig að ég var svona mest að vinna með gögn úr þeim sjónaukum og svona reyna að túlka þau og gera líkön og annað. Hvað gera svona sjónaukar fyrir, eins og James Hubble og svona, hversu stort er að ná þessum myndum og geta rannsakað þetta allt og hvað er hægt að skoða hana? James Webb er náttúrulega ótrúlegt tæki vegna þess að hann er bara svo ótrúlega fjölhæfur og gerir svo mikið og það er bara sama hvers konar undirgreina stjörnufræði þú ert í, sko, þú veist, þú getur alltaf nota Webb-sjónaukann og hann, þú veist, hann getur rannsakað bara til dæmis reikistjörnur utan okkar sólkerfis uppgötað hvort að það sé vatn eða merki líf í lofttjúpi á öðrum reikistjörnum þannig að þú veist hann er í rauninni getur sagt þú veist, hann er okkar besta von til að segja skilur er líf annars staðar heldur en á jörðinni sem er náttúrulega rosaleg svona stór spurning. Trúirðu því? Já og nei, þú veist, ég veit að vinsæla svarið fyrir stjörnufræðingar að segja já og það er svo ótrúlega mikið af reikistjörnum hana en þú veist, munurinn á þú veist, ég trúi að það er fullt af lífvænlegum plánetum hann úti fullt af lífvænlegum plánetum sem eru með, þú veist, hitastig réttan lofthjúp vatn á fljótni formi en það við vitum ekki hvernig lífi kveiknaði hérna á jörðinni það gerir okkur eiginlega ómögulegt fyrir að svara spurningunni, þú veist, er líf algengt eða ekki, þú veist, við vitum ekki hvaða nákvæmlega lúpur líf á jörðinni þurft að hoppa í gegnum og prófa sig áfram með mismunandi samsetningum til þess að líf kveiknaði og að því að við vitum það ekki, þá er eiginlega ómögulegt að svara spurningunni og ég hef oft sagt sko að það er líklegast að annarkort er alheimurinn bara fullur af lífi og bara, þú veist, marga plánetur í hverju vetrarbraut er með einhvers konar líf eða er bara, þú veist, við erum bara ein þú veist, að því að líkurnar á þú veist, líkurnar á að líf kvikni eru annarkort svona, þú veist, frekar háar eða svona
eða algjörlega hverfandi af því að það geta, af því að við vitum ekki neitt það geta bara verið bara, þú veist fáránlega litlar eða fáránlega háar, eða bara svona temmilega háar þannig að þú veist, það alveg þú veist, samkvæmt okkar bestu vitnesku þá gætu bara verið ein jafnvel þó að stjörnufræðingar segja, þú veist, það eru til fleiri stjörnur í alheiminum heldur en sandkorn á öllum ströndum jarðar og þegar maður hugsa, vá, það eru til fleiri bara sólkerfi heldur en sandkorn á öllum ströndum jarðar bara, þú veist, hvað ertu með mörg sandkorn í höndinni eða þú tekur lúku, skilur og þú tekur alla strandir jarðar, þetta er náttúrulega bara yfirþyrmandi fjöldi af möguleikum en okkar besta vitneski að segja samt að við gætum verið ein sem svona frekar skeri við erum alltaf alin uppi að lesa einhverja sci-fi bækur og horfa hérna á Independence Day og hérna einhverja alien myndir og eitthvað svona og svona, já, við erum eiginlega svona heila þvegin að halda að sé rosalega mikið að lífi en þú veist já, það er svolítið skeri að halda að við séum ein. Hvað þýðir það við séum bara ein? Það þýðir bara jörðin bara demantur sko. bara, eða þú veist, hún bara þvílík verðmætt dæmi sko. Þú veist og það við eiginlega ættum að líta á jörðina sem bara þú veist, mjög verðmæta við vitum ekki hvort það sé að reikistjörnar úti sem við getum flutt á eða slíkt sko. En hérna en svona fín dæmi hvernig sko hvernig af hverju líf getur verið svona ótrúlega sjálfgæft. Ég myndi að vera með tökum aftur fangelsi ég myndi að vera með sko fangaklefa, það eru 1 milljón fangar í fangaklefa, bara í fangelsinu þeir vita ekkert af hvorum öðrum þeir eru bara lokaðir í sínu fangaklefa og þeir sjá ekki hvern annan, geta ekki talað við hvern annan og hérna og síðan sko þú veist, upp á kveikna líf þá gefur hverjum fanga hver fangi er eitt stjörnukerfi sem hefur séns á að mynda líf það er líkingin sko gefur fanga, þú veist, bréfaklemmu til að pikka upp lásinn á fangaklefanum og það er einhver svona sem stjórnar og þú veist, þið fáið hérna mínútu til að pikka upp lásinn á fangaklefanum ykkar og nú byrja ég og hérna, og allir fangar bara byrja að reyna að pikka upp lásinn og þú ert í einum fangaklefanum og þú byrjar eftir 22 sekundur þá ertu bara yes, pikkaði af lásinn og hérna, og hleypur hérna til og segir hérna, ég pikkaði af lásinn og hérna og síðan hérna spyrðu þann sem stjórnar leiknum, þú veist, og hérna hversu margir pikkaði af lásinn þú varst svo eini þú veist, og hann spyrði var auðvelt að pikka af lásinn já, það var frekar auðvelt, ég gerði á 20 sekund það var bara frekar easy þú veist og þetta segja sko að þú veist að okkur finnst að þú veist að því að við erum hérna okkur finnst að líf sé þú veist auðvelt og sjálfsagt en hérna en það, þú veist, það þarf ekki að vera það þú veist, ef þú varst sá eini sem pikkaði blásinn og allir hinir fangarnir, þú veist, náðu ekki að þú veist, þetta er möguleiki. Er það ekki bara hreinlega magnað að það sé til líf og við séum upplöða það? Við getum bara, mér finnst að við eigum bara að líta á þannig þú veist mér finnst að við ættum að halda áfram að leita svörum við þessari spurningu gat líf kveiknað einhvers staðar annar staðar þú veist, og þú veist, til dæmis við erum með hérna mission á Mars að leita ummerkjum líf James Webb sjóningin mun hérna geta sagt eitthvað hvort sé líf á öðrum plánetum og hérna eða svona finna allavega þessir basic hérna hráefni sem þarf í líf en þanga til þá finnst mér bara að við eigum að líta á okkur sem heppin og varðveita jörðin okkar því að there's no planet B. Nei, algjörlega ekki en það sem þú varst að fókusera á búin að fókusera á varandi hérna, stjarnvísindin er það að finna hvað las ég, röntgen geislar sem endurvarpast frá stjörnum til þess að vita hvað heimurinn er gammal eða bara hvað sólkerfið er gammalt ég veit ekki alveg hvort ég sé að fyllinni hvað er svona, var fókusin hvað spurningum hefur þú haft svona áhuga að svara og hvað hefur drifið þig áfram? Já, ég var hugfangin af svona heimsfræði spurningum og sem bara tengjast sko hvað
þú veist, hvernig alheimurinn á stórum skala og það sem vefsjóningi til dæmis gerir að þú veist, þetta tímavél, þú ert að horfa aftur í tíma þú veist, ef að stjörnufræðingur segir að vetrarbrautir í 2 milljón ljósára fjarlægð, þá ert að horfa á hana eins og hún var fyrir 2 milljónum árum þannig að ljósi frá henni það lengi á leiðinni að það búið að vera 2 milljónir ára að koma til þín þannig að þú ert að horfa á vetrarbrautina eins og hún var fyrir 2 milljónum ára What? Þannig að þú veist þessi sjóningar eru í rauninni tímavélar Hvað sagði, 2 milljónir ára milljónir ára? Já, 2 milljónir ára það bara svona eiginlega næsta vetrarbraut það eru stjörnur í okkar vetrarbraut sem eru munnær en þú ert að horfa alltaf því dýpra sem sjóningin skygnist því lengra aftur í tíman hann að horfa og þú veist, ef þú horfir lengra og lengra aftur í tíman hvar endar það? Það endar bara í upphafinu, skilur þannig að við getum hort nánast til upphafs alheims með þessum tækjum og það sem ég var meðal annars að gera var að rannsaka hvernig fyrstu stjörnurnar og vetrarbrautirnar voru að myndast svona skömmu eftir Miklahvell þú veist, þegar Miklahvellur þegar alheimurinn verður til að þá, þú veist, bara fullt af efni en þú veist, það er ekki til neina vetrarbrautir, þú veist, þetta er svona frekar jafndreift efni og síðan bara á einhverju tímapunkti alheimurinn búin að þenjast út það mikið að efnið búið kóluna þannig að það byrjar svona klumpast aðeins með þyngdarkraftinum og síðan þegar það klumpast að þá geta, þú veist, stjörnur, vetrarbrautir og reikistjörnur eins og, þú veist, jörðin byrjað að myndast og ég var svona helst að pæla í þessu tímabili þegar fyrstu stjörnurnar voru að myndast sem sagt, já og þá voru lítið til að málmum sem gætu borið líf þá að því að stjörnurnar í rauninni, þær sjóða saman þú veist, málmana og kolefnið og súrefnið sem við erum í rauninni úr efni sem þú veist, var soðið saman í kjarnasamrömmum í sólstjörnum, þannig að við erum svona börn stjarnana og já og Hubble-sjóningin og Webb-sjóningin og þessi sjóningar sem ég var að nota, þeir voru svona skyggnast tilbaka aftur í tíman í stjörnumyndun þú veist í bernsku alheimsins. Hvað það margar milljónir aftur? Það myndi vera svona 13 milljarðar ára 13 milljarðar ára, af því að þá var heimurinn sirka verð sólkerfi sem sólkerfi til alheimurinn er bara tilveran og tímarúmið það verður til fyrir 13,8 milljörðum ára já, sirka já, 13.800 miljón ár og sem sagt já, og það líða kannski svona 200-300 miljón ár frá Miklahvellið þangað til fyrstu stjörnurnar og vetrarbrautirnar byrjar að myndast. Hvað sagðirðu mörg ár? Svona kannski 200 miljón ár sem er bara blink of an eye, það er ekki neitt sko, 200 miljón ár ekki miða við sko 13,8 milljarðar sko. Wow. Þannig að þetta var svona þetta er svona, og það er eiginlega svona heilagur kaleikur James Webb sjónaukans, það er þú veist að komast enn lengra nær rótunum og upphæðinu heldur en Hubble það er svona þú veist, við viljum loka þessum leik sko. Við viljum vita eins mikið og við getum uppruna okkar sko. Hvað getur hann það að skoða meira? Þú veist, er bara skoða ítalir og fengi meiri gögn eða meiri, þú veist, hvernig Já, hann getur skoða miklu fleiri vetrarbrautir af því að hann er með svo stóran speil hann er bara með 7-8 sinnum stærri speil en Hubble-sjóningin það þýðir bara að hann er með stærra auga og getur séð daufari hluti sem eru bara svona mjög daufir ljósblettir og það voru einmitt þú veist, eftir því sem hlutir eru fjarlægari því þeim daufari bara þú veist eins og bíljós í myrkrinu skilur þú veist, ef þeir eru langt í burtu þá er mjög dauft þannig að þú ert með stórt auga sem sér mjög vel að þá getur þú séð ennþá meira þannig að þú sérð þú veist hluti úr mikilli fjarlægð sem að
Hubble eða engin annar sjónauki gat nokkur sem átti engan séns á að sjá þannig að þú veist það að birtast okkur alveg sko ný veröld einhvern veginn með websjónaukanum og hann sér náttúrulega í miklu betri skerpu og hérna sem þú veist, þeir sem eru búin að sjá myndirnar sem hann hérna setti út hvað fyrir 2 vikur síðan að hérna þetta er bara algjör listaverk þessi myndir, þessi skerpa sem hann sér í og mælitækin, þú veist, hann er svo afkastamikill þessi sjónauki, hann er ekki á brautum jörðina eins og Hubble sjónaukinn hann er í hérna 1,5 miljón kilometra fjarlægð svona eldir jörðina í einum svona stabilum punkti á ferð okkar kringum sólina þannig að hann er alltaf að vinna þú veist, hann er alltaf í myrkri meðan Hubble sjónaukinn var bara í dagsljósi helmingina tímanum því hann var alltaf, þú veist, hann fór alltaf hérna á næturhlið, dagslið hann er svona low earth orbit og bara, og það sem þessi sjónauki sýndi okkur hérna bara daginn þegar þessar myndir kom út er bara hvað hann er afkastamikill, hann gerði þetta á einhverjum örfáum klukkustundum með það sem Hubble hefði þurft marga vikur í að gera þannig að þú veist og websjóningin á eftir að vera með okkur núna í næstu 10-20 árin bara það sem hann getur gert er bara ótrúlegt eða þú veist á þessum tíma bara, já Hvernig var að vera að vinna hana í tengslu við NASA og svona, er þetta væntanlega margt og veist, sem ég var að ræða sko við einn sem er á Íslandi hérna sem er að vinna eitthvað í tengslu við NASA og hann talaði til dæmis að Ísland var í frábær vettvangur fyrir bara eins og geimfara að æfa sig en Ísland, stjórnvöldin í Íslandi væri ekkert mikið að taka undir það eða lyfta þessu upp og hann sagði við mig bara núna eru bara geimfarar frá NASA á öskju að æfa sig já. Og það veit enginn að því, skilur Já, þetta er svona hinn angin af könnun geimsins er hérna þessar mönnuðu geimferðir og hérna og Solar System Exploration eða þú veist, að hérna kanna sólkerfið að þar stendur Ísland svolítið vel af í vegna þess að þú veist, við erum með aðstæður hérna sem til dæmis líkjast tunglinu og hérna og líka þú veist hér er hægt að gera þú veist rannsóknir á hérna á vötnum og jöklum og hérna og ám og jarðvegi sem geti líkst einhverju sem við sjáum á Mars þannig að hérna þetta er ekki beint sko þú veist stjarnvísindi sem ég vann í sem eru meira svona þú veist könnun alheimsins en þetta er meira svona þú veist geimferðir og geimskot líka þú veist það eru fyrirtækina sem vilja sko gera tilrauna eldskot og það hefur gert hérna á Melrakkasléttu til dæmis lega Íslands hendar mjög vel í geimskot þú veist og hérna og í svona rannsóknir það eru rannsóknarhópar frá NASA reglulega eins og segir að komika og það er bara það eru mikið tæki fyrir okkur til að þú veist svona halda vel utan hennan iðnað þú veist að því að í rauninni er þetta bara tekjur fyrir okkur að hérna og tækifæri að hérna að halda vel utan hennan iðnað og leyfa rannsóknarhópum að koma og styðja við það og ekki hérna ekki líta á sem einhverja svona þú veist einhverja boðflennur eða skilur eða þannig að hérna og gera góða umgjörð utan þetta þannig að og það er mikið tækifæri fyrir Ísland í geimiðnaði almennt ef að það er áttin sem við viljum fara í en þú veist maður er alltaf að passa sig svolítið að því að þú veist leiðum að segja Ísland og geimiðnaður þú veist þá fyrir fólk að halda sko að hvað er Ísland að vera að skjóta upp einhvern geimflugum hérna, þú veist, eitthvað hérna, þú veist, hugsa allir þú veist, þetta að Ísland sé að fara eitthvað rosalega dýra vegferð en skilur við, þú veist, það er enginn að tala um það, við erum bara að tala um að, þú veist, að til íslenski sprotar og tæknifyrirtæki geta, þú veist, verið þá verktakar, þú veist, og gert einhverja litla íhluti eða hérna þróað einhverja nýja tækni sem, þú veist, má prófa út í geimi eða á geimstöðin eða hvað sem er eða þú veist, tekið þátt í þessum jarðvísindarannsóknum að því að, þú veist, okkar náttúrulega svolítið flaggskip í fræðiheiminum eru jarðvísindi, þú veist, við erum hérna bara búum á Eldfjallaeyju og við erum með frábæra jarðvísindamenn og konur og hérna og þetta er náttúrulega þú veist reikistjörnufræði er ekkert annað en þú veist
jarðvísni skilur þú veist, Mars og Venus þetta eru hnettir sem þú veist, ganga eftir sömu náttúrulögmálum og þú veist, þannig að við erum með alveg grunninn til þess að gera sterka, þú veist, svona reikistundfræði prógram, þú veist, út frá okkar bakgrunni í jarðvísni. Hvað og þú talar þess að 2 anga sem stjarnvísindi snúast eitt að kanna bara heiminn og eitt að mannlega, hvernig mannfólk getur komist á ákveðna staði og það sem framist í gutunum. Hvað svona, finnst þér, eitthvað spennandi sem að gerast á báðum vístöðum svona núna næstu árum, sem gaman að, sem munur veita okkur einhverja spurningar, svör við einhverju spurningum sem við höfum? Það náttúrulega, þú veist, ég náttúrulega bæjast, sko, ég hugsa bara minn anga, sko. Það þetta, já, websjóningin náttúrulega mjög spennandi verkefni, það fleiri spennandi verkefni. Ég var til dæmis meðlumur í samstarfi sem heitir Euclid, sem evróskur geimsjóningi sem á að skjóta upp bara eftir 1 eða 2 ár. Ég svona eiginlega dottinn út af því eftir að ég byrjaði hjá Carpfix, sko. En það mjög spennandi verkefni sem á að mæla, sko, stórskala, stórgerð alheimsins á mjög stórum skala til að veita okkur svör við spurningum sko, hvað hulduefni og hulduorka, kannski ekki að fara út af það núna, en það eina af þessum stóru spurningum. Þyngdabylgjur, mjög spennandi, það var mikið í fjölmiðlum að sko, við vorum að nema þyngdabylgjur þar sem 2 svarthol eru að renna saman, eða 2 nifteindastjörnur eru að renna saman og gera svona gárur eða bylgjur í tímarúminu, eitthvað sem Einstein spáði fyrir þetta eru mjög spennandi verkefni. Hvað svona, já, human spaceflight og exploration, sko, þú veist, það náttúrulega svo mikið í fréttum núna Elon Musk og SpaceX og hann vill gera mennina að interplanetary species einhverjum tímapunkti, það svona hans yfirlýsta markmið. Sko, já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst allt það, þú veist þessi svona, þessar ríku kalla eins og Jeff Bezos og Elon Musk sem eru að þú veist, í einhverjum game kapphlaupsleik. Það hefur bara frábært að einkafyrirtæki sýni svo áhuga og það sé finni notagildi og geta þróað áfram þessa tækni sem við þurfum til þess að koma hlutum út í game og mönnum. En þú veist, við verðum, þú veist, já, það má ekki vera okkar yfirlýsta markmið, yfirlýst markmið heimsbyggðarinnar að það sé okkar forgangspunktur. Þú veist, við þurfum að græja plánutuna okkar áður en við förum að terraforma einhverja, eða þú veist, að jarðgera einhverja aðra plánutur eða flytjast þangað. Þú veist, ef að við ráðum ekki við að stilla styrk koldíoxíðs í okkar eigin andrúmslofti, þá er aldrei eftir að ráða við andrúmslofti einhverjar annarra plánutur. Skilur við, það er, þú veist, og það má alveg, þú veist, það er alveg fínt að nota hluta á okkar resursum til þess að halda þessari vegferð áfram. Þú veist, en þetta er eitthvað mission sem á, þú veist, 100 til 1000 ára tímaskala. Og loftslagsbreytingar eru núna. Já, þannig að, þú veist, að þú veitir ekki hvað það finnist það, þá, þú veist, er vísu bara einhver angi og spennandi, en kannski verja of mikil orku og fjármögnum, þá það er staðinn fyrir að díla við vandan sem við höfum núna. Já, ég bara segja, þú veist, að þetta má ekki verða of stórt, þú veist, stór hluti af okkar GDP, þetta má aldrei verða, þú veist, eins og þetta var á til dæmis Apollo árunum, skilur, þar sem þú veist, yfirlýst markmið var bara að keppa við Rússana og koma mönnum á tunglið sem fyrst, sko, og ég man ekki, 4-5% af landsframleiðslu Bandaríkjanna fóru bara í það, sko, þú veist, en núna þarf 4-5% af landsframleiðslu Bandaríkjanna að fara í baráttunum loftslagsbreytingum, skilur, en ekki þetta, en þú veist, ég bara mjög jákvæður samt að þú veist, að við höfum ekki þú veist, að leysa öll heimsins vandamál áður en við gerum eitthvað í geimvísindum. Það er bara bull, sko, þú veist, við höfum aldrei farið til tungsins ef við höfum, þú veist, haft þann hugsunarhátt að við þurftum að, þú veist, að leysa
öll heimsins vandamál áður en við setjum nokkuð pening í þetta því að þú veist, við sitjum uppi með því líkt mikið eftir þú veist, Apollo árin og tungferðirnar og þú veist, öll þessi spin-off tækni þú veist, og framfarir í tölvukuppum og þú veist, CCD myndavélar til dæmis komnar úr bara CCD myndavélin í símanniðinu komin frá stjarnvísnum, skilur þú veist, við sitjum uppi með alveg rosalegan ávinning á þessum árum en hérna, nú okkar helsti ávinningur að berjast gegn loftslagsbreytingum. Það bara það sem við þurfum að hugsa 1, 2, 3 það er svona þetta er svona kaldastríðs stóra dæmið í dagsins í dag. Algjörlega. Ég búin að hafa svo gaman að þessu spjalli. Ég væri líka bara til að tala við í mjög langan tíma í viðbót en kannski allir, kannski hérna er þú bundinn og aðrir sem að hlusta ekki eins hérna en mér búið að finnast alveg yndislegt að tala við og bara hérna hef ekki dottið út í 1 sekúndu sko sem þýðir bara að hérna að ég leiði forvörðum mín að leika og ég veist bara hvernig þú komst fram með þessar pælingar bara mjög flottar, þannig að bara gaman að hérna, takk fyrir að gefa tíma til að koma og gangið bara rosalega vel þér og þínum hjá hérna Carfix að vinna á þessu stóra áskorun sem við erum að eiga og bara takk hérlega fyrir að gefa tíma. Hrikalega gaman. Takk fyrir mig. Legðu þitt að mörgum til að gera